Góðan daginn, Sigurður Brynjólfsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur meistaranám í vélaverkfræði. En eins og þið vitið þá eru viðfangsefni í vélaverkfræði að leita lausna að ýmsum vandamálum, hanna nýjar vörur og verkferla og reyna að bæta samfélagið og gera heiminn betri en hann er. Viðfangsefnin okkar eru margþætt en þau helstu snúast orku, framleiðslu hennar og nýtingu á sjálfbæran hátt. Við vinnum líka í heilsu og hönnum tæki og tól til að létta okkur lífið, meðal annars með þróun á gervilyfjum og því háttar. Og nýsköpun og þróun nýrrar vöru skipa stóran sess og allt þetta gerum við með umhverfi, endurnýtingu og sjálfbærni að leiðarljósi. Sameinuðu þjóðirnar settu sér metnaðarfull markmið sjálfbæra þróun og þar skipar vélaverkfræðingar stóran sess, eða það að segja að við getum komið að þessum markmiðum með okkar lausnir og aðferðafræði og sem dæmi má nefna til dæmis með hungur að við vinnum með auka framleiðni í matvælaframleiðslu. Varðandi heilsu og vellíðan erum við að minnka mengun og bæta umferðar, hanna sjálfvirk ökutæki og ýmis tæki og tól sem að gera lífið okkar betra. Sjálfbær orka skiptir stóran sess í okkar starfi hérna við Háskóla Íslands. Við einbeitum okkur talsvert mikið að hönnun jarðvarmavera og allt því tengt. Nýsköpun og uppbygging einnig eitt af okkar áherslusviðum, að hanna nýja vörur og hluti og vera með ábyrga framleiðslu og ferla sem að taka tillit til umhverfis og sjálfbærni og taka mið af þessum loftslagsbreytingum sem að vofa yfir okkur. Inntökuskilyrði í námið er BS-próf í vélaverkfræði með 6,5 í lágmarkseinkunn, en það er einnig mögulegt að hefja nám með BS-próf í annarri grein verkfræðinnar eða í raunvísindum, en þá þarf oft á tíðum að taka nokkur námskeið sem undanfara. En hluti þeirra námskeiða geta talist til meistaranámsins. En það eru nánari upplýsingar þetta allt saman í kennsluskráni, hvaða kröfur eru einstök námskeið og slíkt. Námið er 2 ára nám eins og flest meistaranámið Háskóla Íslands. Það eru 120 einingar, 4 misseri að venju og rannsóknarverkefnið getur verið annars vegar 30 einingar eða 60, það er að segja 1 misseri eða 2 og námskeiðshlutin þá tekin úr vélaverkfræði eða úr öðrum verkfræðideildum og sérstaklega sniðin af þínum þörfum eða því áherslusviði sem að er í þínu meistaranámi. Og rannsóknarverkefnin oftar en ekki unnin í samstarfi við fyrirtæki eða rannsóknarstofnanir. Áherslur meistaranámsins hjá okkur í vélaverkfræðingu við Háskóla Íslands annars vegar endurnýjanleg orka og svo nýsköpun og hönnun. Og þarna til hliðar sjáum við dæmi námskeið sem að tilheyra hvorri línu fyrir sig, en það má velja þetta svona þess og gröss, þetta er ekki endilega allt saman skylda, en í endurnýjanlegri orkunni er mikil áhersla á jarðvarmaver og jarðhitaborholur, nýtingun á jarðhitanum og allt því tengt bæði í varmafræði og straumfræði. Og í nýsköpun og hönnun áherslan á hönnun og bestun, tæknileg innhönnun og alls konar greiningar, burðarþolsfræði, efnisfræði og þess háttar greinar. En það má sjálfsögðu taka líka jarðvarma og straumfræði námskeiðin saman. Þannig að þetta er svona dæmi námskeið sem þá hvorri línu fyrir sig, en þeim má blanda. Og rannsóknarsviðin í endurnýjanlegri orku, þarna sjáum þið kennarana sem eru mest í því, það eru Sigrún og Halldór, Ásdís og Ólafur Pétur og þau eru að vinna og að skoða flæði í jarðakerfum, varmafræði, jarðvarmavera, hönnun þeirra, búa til törffræðileg líkön og stýra þessum og gera líkan af varmaskiptum, vindorku, jafnvel einnig að skoða mikið tæringu, útfellingar í jarðhita vegna þess að tæring er mikið vandamál við nýtingu jarðhitans og einnig við framleiðslu og eiginleikar svona samsettra efna eða svona composite efna.
Í hönnun og nýsköpun erum við að vinna með alls konar líkön og hönnun og besta. Við þurfum að skoða efnisfræði og svona mekaník og aflfræði fastra efna, gera töluleg líkön. Undanfarin ár höfum við talsvert mikið verið að vinna með hönnun á gervifótum og framleiðslu þeirra og einnig með að hanna tæki og búna til að nýta þörunga til framleiðslu á verðmætum lífefnum. Hérna dæmi rannsóknarverkefni sem unnin hafa verið undanfarnum árum. Flest verkefni eru skrifuð á ensku, þannig að þessum eru titlarnir á ensku. Þarna efst streymi í svona pípum með svona ringstreymi. Það eykur talsvert varmaburðin í rörum. Þarna hönnun og framleiðsla á frumgir eyrnatappa til notkunar við lyfjagjöf, þá seytist lyfið inn í líkamann. Design of slush flow barriers, þar verið að herma svona varnargarða fyrir krapaflóð og skoða mismunandi hönnunar útfærslur. Og svo talsvert verið unnið undanfarið með hönnun á fóðringum og annað tengt borholum. Og hérna það sem við höfum verið að gera í kringum gervifætur og hné og ökkla. Það er verið að skoða nýjar útfærslur á ökklum í samstarfi við Össur og einnig hvernig þetta er að framleiða þessi fætur á sem hagkvæmastan og bestan hátt. En allar fleiri spurningar getið þið skoðað eða þið hafið fleiri spurningar, þá endilega hafið þið samband á netspjallinu eða sendt okkur post og jafnvel hringt ef út í það fer. En ég þakka bara kærlega fyrir áheyrnina.